Gunnar á Göngustöðum hefur verið að þróa nýja aðferð við endurrækt túna. Þessi nýja aðferð gengur út á það að vinna flögin á töluvert meira dýpi en tíðkast hefur með þeim gamaldags aðferðum sem allir nota í dag. Í samvinnu við vin sinn Kínverjan, Fræning sá, ætla þeir félagar að kanna hvort ekki sé hægt
að koma fræjum það djúpt í jörðina á Þorsteinsstöðum að þau nái að bera ávöxt í Kína og svo öfugt. Á báðum stöðum landrými frekar takmarkað og væri því kærkomin búbót ef þetta væri hægt. Frævin sá býr í Kína sem nákvæmlega beint á móti Þorsteinsstaðabökkunum ef kústskafti væri stungið þvert í gegnum jörðina. Jarðvinnslan sjálf gekk í bölvuðu basli. Oftar en ekki sást rétt í toppinn á útvarpsloftnetinu á hausnum og tók Gunnar til þess ráðs að teipa reiðhjólafána við hann svo nafni hans á Búrfelli sæi hvað hann væri staddur í túninu þegar hann mætti á klasinu til að hjálpa honum upp á yfirborðið í Hornbaks. Fræmin sá og Gunnar á Göngustöðum hafa ekki náð að reikna almennilega út hversu lengi Þanta verður að koma sér í gegnum jarðskorpuna, en það kemur í ljós. Bjarni á Völlum hefur líka verið vel liðtækur í jarðabótum. Í útvarpsviðtali dásamaði hann berjarækt sína og þróun sultu og víngerðar á hans vegum. Hann sagði sig vera stærsta berjaræktanda landsins með geysilegt landfallæmi undir ræktunina og fjöldan allan af berjarunnum og plöntum. Berjabúið Vellir hefur tekið til starfa og fyrsta alvöru uppskeran var í haust. Til að efla samfélagið fékk Bjarni 10. bekk Dalvíkurskóla til að koma og tína berin og var samið ákveði verð á hvert kíló sem krakkarnir kæmu með í hús. Í góðri sprettu gæti þetta framtak gefið krökkunum drjúgan skilding í ferðasjóð þeirra. Börnin röltu allt berjalandið í leita berjum og var uppskeran í heild 3 kíló. Og tekið 10. bekkjar í samræmi við það. Bjarni var alveg vissum að gamlaður birkifetin sem herjað hefur á hláberinn hafi verið þarna að verki og etið upp megnið af uppskerunum. Bjarni síður en svo að baki dottinn og boðar stórsókn á vín og sultumörkuðum landsins á næstu árum, endaði 3 kílóa uppskera 300% aukning frá árinu áður en þá náði hún rétt tæpu 0%. En það var meira sem gekk á Völlum þetta árið, lítum nú á það. Svo setjast allir á teppi og fara í heilsu og eða meðgöngujóga
ef svo ástæða fyrir einhverju. En meðgöngujóga bara ætlað kvenfólki yngra en fertugur. Eftir jógafjörið íhugun í þó nokkurn tíma. Allir sitja á teppi og koma sér í stellingu. Þeir sem ekki hafa liðleika til að setjast í stellingu fá að setjast á stól og íhuga sig líkamlega ástand alvarlega. Eftir allt þetta pása. Til að rífa gestina upp úr djúpri andlegri íhugun boðið upp á kannarótarmjöð, fjallagrasaseiði, bláberjasnafs og krækiberjasjús í pásunni. Allt unnið úr villtri náttúru Skíðadals. Því næst gengið til baðhússins sem nýjasta byggingin í Skíðadal. Anna Dóra og Öddi eru mjög stolt yfir þessari byggingu sem eftirgerð Snorralaugar, það að segja ef Snorralaug hefði verið í plasti og undir þar. Allir eiginmenn og unnustar í Dalvíkurbyggð hafa gert athugasemd við það sem boðið upp á hjá Spa Klænsóli ehf. Út frá jafnréttissjónarmiðum. Þeir hafa þó aðallega bent á meðgöngujóga að það skuli bara vera fyrir konur eða karla sem þykir ekkert jafnrétt í dag. Anna Dóra og Öddi að skoða málið. Kristján á Tjörn hélt áfram að sjá ný tækifæri í ferðaþjónustu nánast daglega í allt sumar eins og undanfarin ár. Göngutúrum byggðir, jafnt sem óbyggðir Svarfaðardals var fjölgað í ár og boðið upp á stutta göngutúra sem hófust á komu fólks á bílum sínum heima á ákveðin sveitabæ. Þar röðuðu allir bílum sínum í kringum hús og garða og læstu þeim, bundu á sig gönguskó, hengdu á sig bakpoka og röltu af stað á eftir Kristjáni. Ábúendur á bæjunum sem voru þess heiðurs aðnjótandi að fá gönguhópinn heim í hlað komust hvorki lönd né strönd þann daginn vegna mikils fjölda bíla sem lagt var allt bæjarhlaðið svo öðrum ökutækjum varð ekki hóplað fyrir en göngutúrnum lauk. Mikill troðningur myndaðist oft þegar göngufólk kom svo til baka úr gönguferðinni alveg úr sér gengið og illa haldið af salernisleysi. Ábúendur leyfðu fólkinu að nota salernið sitt svo ekki fær illa fyrir blómagörðum og römmum. Mælast þessir göngutúrar vel fyrir og þáttakendum og bæjarsjónum enda skila þeir drjúgum tekjum fyrir leiðsögn og skipulag. Ein svo almesta breyting á einni persónu sem vitað síðan heiðingar gerðust kristnir varð að veruleika strax í byrjun síðasta árs. Kalli á Hóli skipti hann. Kalli á Hóli sem talaði bara kýr og nautasæti alla daga var allt í einu farinn að tjá sig vitjagáma og það sem aðrir væru að henda í Reykjavík. Allmargir börðu sig í ennið og hristu hausinn þegar Kalli flutti til Reykjavíkur og reyndi að telja sveitungu sínu trú það að þrengslin og borgarlífið væri bara hið besta mál. En grunur sérfræðinga Svarfaðardals í ástum og örlögum þeirra Gunnars á göngustöðum, Einars frá Öðrum og Kalla á Grunn reyndist á rökum reistur. Stökkbreyting hafði átt sér stað í Kalla á Hóli, allt frá litla heila og niður úr. Þessi stökkbreyting var til þess að Kalli á Hóli steinhætti að hugsa bara kýr og heiðarþarfir en sneri sér að mjög óvænt að mannlegri þörfum. Ávextir vaksa ekki bara á trjám, það tókst Kalla á Hóli að sanna fyrir sérfræðingu Svarfaðardals í ástum og örlögum þegar hann kom heim í Hól með ernu sína á borginni og dvaldi þar sumarlangt.
En Reykjavíkurlífið hafði þau áhrif á Kalla á Hóli að hann var hættur að þola snjó. Haustaði í Svarfaðardalnum ákváðu Kalli og Erla að koma sér burt úr þessu snjóa afturenda sem Svarfaðardalinn og koma sér á hlýrri og notalegri stað allavega fram að jólum. Bretland var fyrir valinn. Kalli skráði sig í enskuskóla og stemdi að því að verða talandi á ensku á 3 mánuðum. Enskunámið gekk framar björtustu vonum. Kalli var orðinn svo reiprennandi á ensku strax eftir fyrstu vikuna að Atli og Halla áttu erfitt með að skilja. Það var síðasti slátdagur á Hóli. Ef þessum degi var allt undir, hverju átti að slátra, hvað átti að lifa. Spennan var mikil. Sexstrengurinn var þaninn á öllum línum sem Kalli stjórnaði líflandavalinu með jarðvinnslu beint frá York á Englandi. Number 50, Shopping Village. But 15 has to stay alive. Hljómaði í beinni línu frá Bretlandi og allir Íslendingar á Hóli skildu þetta hikstalaust. Númer 15 á sláturhús og 50 verður að lifa. En það var það svo að land númer 50 var lítill og perlisinn heimagangur svolítgæður og rólegur. En númer 15 verða vöðvatrögg og sælingum sem óyfir allt og alla. Við neitum að þýða enskuna sem hlaut af öðrum tala þegar í ljós kom að aðalkynbótatröggið hafði verið send í sláturhús í stað heimagangsins. En heimaganginu líður vel, enda skilur hann ekki ensku. Svartdælingar myndust við alla fjölmiðla þegar fréttir bárust af því að ráðist hafi verið á bíl Karls rúður brotnar og bíllinn stór skemmdur. Að auki fylgdi þessari æsifrétt að Karl hafði verið í bráðri lífshættu tíma. En allir drógu andann léttar þegar í ljós kom að það var bara Karl Bretaprins sem allir árásinu en ekki Karl Ingi frá Hóli. Hætta skal leið, þá hæst hann stendur, sagði máltæki og segir enn. Svarfaðardalur er lifandi sveit, full af skemmtilegu fólki. Þið sem urðu fyrir þeim vonbrigðum að vera ekki nefnd á nafn hér í kvöld, skuluð ekki örvænta. Þið eruð gengd en ekki gleymd. Annállinn kemur alltaf aftur. Það er von okkar að allt sem þér undan að lesa sé öllum léttvægt og engum sárt og megum við sátt við allt og alla eiga ánægjulega heimkomu með hækkandi sól. Takk fyrir. Og það nú sígur nú á seinni hlutann. Ég fæ stundum sérkennilegar upplýsingar sem tengjast vinnunum minni. Enginn þeirra hefur verið jafnlega skrítinn og svo sem á þessi stað núna í byrjun vikunar. Ég meðgindi karlmann sem sagðist ekki með að gefa upp hver væri. Hann væri höfundur Þórðarbóts Annáls Svartdælinga. Og færi huld og höfðingar hvert öllum í héraði undanteknum 1 eða 2 úr Þórðarbótsfjöndi. Veislustjóranum kemur heldur ekki til hvað hann væri. Erindið var að biðja mig að bæta við frétt við annálum sem hann sagðist ekki kunna við að láta sörfa fara við sjálfum. Maður reynir sína síðarreglu þáttu allt, sagði þessi huldumadur.
Þegar hann fór að segja mér þetta spyrist, þá kom nú ljós að ég vissi meira málið þetta hann sjálfur. Það sem sagt komið á koppinn nýtt kvikmyndaverkefni þar sem Baldur og Barkar í Sviðsljósinu og Bjarni á Vörnum borgar. Vinnuheitið út úr skapnum. Það vísar til þess að Baldur og Barkar lokaðist inn í klæðaskáp á herberginu hérna á heimavistinni rétt hjá í Húsabakkaskóla vetur 1965-66. Þá höfðu Sölvi og Rósa dregið sig saman. Svo ummunaði, hún 12, hann 14. Þau höfðu komið sem með einhverjum systemi þar sem þau hýttust á listinni eftir að Bubbi slökkti ljósinn og bauð góða nótt. Og við þessi kynþroskalausum drengir og náttúrulausum vorum mjög spenntir að vita hvað þau eiginlega væri að sýsla þegar þau væru hérna í þessari koju sinni. Baldur og Bakka bauð sig fram til njósnar og við kvöldum hann í skáp í herbergi sem okkur fannst líklegast að þetta myndi enda hjá þeim, skvöldu hún, og reyndum að hafa rifu á hurðinni þannig að hann hefði sýnt til kojunar og fengið súrefni til að lifa. Nú ætla ég ekki að segja mikið meira til þess að eyðileggja ekki fyrir ykkur og handriðsöfundum því að það verður handa spennu í myndinu sem kemur á markað. En í raun og veru til að gera langa sögu stutta þá tókst okkur sem að gefum Baldur út að framkalla svo mikið hávaða því við vorum svo spenntir að vita hvaða fréttir hann kæmi að leið og beið og hann ekkert heyrðist á drengnum. Við framkvöldum hávaða þannig að hlutir komu og gekk á milli herbergja og rann í kojum og fylgdi kíkti ekki hvað var að gerast og lokaði helvítis hurðinni á skápnu sem Baldur var inn. Og seint síðan tókst okkur að bjarga drengnum. Hann var hins vegar mjög sagnafár, sagði náttúrulega ekki neitt. Og ég veit ekkert enn þetta í dag hvað hann sá. Annarkvort sá hann eitthvað sem að gera hann algjörlega kjaftlopp, árum saman áratugum, eða sem að ég held að sé miklu frekar að hann fékk svona súrefnislost. Nú virðist hann hafa fengið minnið aftur og ætlar að deila þessari lífsreynslu sinni með heimsbyggðinni á kostnaðar Bóndars fyllingu tímans. Ég segi það og stendur það að Sölvi og Rósa eru og hafa verið í sameiningu flottustu aðgangum Húsabakkaskóla og nú þegar að nálgast að við hálfu öll liðin frá því að þau lögðust í koju þá finnst það ég haldi upp á það. Og ekki bara það, við þegar slá saman svona heilla Húsabakkaskólasalvi og þetta kojumál. Og ég varpa þér alltaf hugmynd. Við munum að Yoko Ono og John Lennon lágu í rúmi eina viku á hótel í Amsterdam í baráttunni heimsbyggði. Ég sé fyrir mér að Sölvi og Rósa líki viku í koju á Húsabakkaskóla. Ég er anskotað saman hvort það heimsluður eða skattaálögu bænda sem þau byrjast fyrir, bara heimspressan hlýtur að koma því þetta er næsta rúmlega á eftir John og Yoko. Það er góði gestir. Enga vitlausuna. Það er komið þann sögulega áfanga á Þorrablóti þegar ný Þorrablótsnefnd er skipuð. Ég vil byrja fráfarandi nefnd að klötta hingað húsið. Gjörðu svo vel. Jæja, þá er komið að aðalfjörð kvöldsins. Það var skipt í næstu Þorrablótsnefnd fyrir árið 2012. Fyrsta parið sem ég kallu sér að kalla aðra nefndarnir saman þegar að því kemur. Halla og Atli Hóli.
Anna og Árni Sigurður Bofi. Margrét og Clemens Gullbrekkur. Snjólaug og Jón Dalvík. Ómar Heiðarstöður. Svo vil ég geta þess að til vara eru Ingibjörg og Jón Húsabakka og Einar Urðum. Þetta eru bara samsætt. Kalli á Grundeyringin. Svo óskum við tilvonandi nefnd til hamingju og þökkum kærlega fyrir gott og skemmtilegt kvöld. Sjáumst að ári. Einhver vildi syngja strax. Og gestir, ákveðum að slá botni í þetta. En ég hef bara sagt sannarsögur af svartalingum og eiginmannvíkor og ég ætla að bæta einni við alvíkor ekki áður að sýndu þessu. Hún af slökkviliðsstjóranum, frændavinur frá Sigurhæðum. Ég hef verið á 8 fiskidögum hinum miklu á Dalvík og alltaf verið á tjaldstæðinu. Það fylgir sögur að það meira að það 75% kamerun á fiskidegi hafa verið á tjaldstæðinu. Því að þetta Dalvíkingar ættu bara að lifa á tjaldstæðinu sjálfur og prófa það. Og það verður að koma snemma núna til að þetta verður að vera inn á aðalsvæðinu til að ná fjörinu og ég hef samin við Hjört frá Barkafræðar minn að hann stillir upp steytubíl eða gröfu upp á miðju júlí þar sem að ég vil hafa fellihýsi mitt og til að taka hann á pássunni. Það hefur gengið mjög vel eftir það, svo er enginn að hrófla við einhverjum vindmyllum sem eru þarna startar. Og ég hef komist í samband við Snæfellinga, það er fólk frá Snæfellshúsi sem hefur komið hingað. Og fyrsta skiptið þeir voru hér frá fylgjurstöðum með Sigga og Sigurðarðum reka niður hæla og búa til svona brautir í gegnum tjaldstæðið til þess að slökkvibílar kæmust að á sjúkraliðum og löggur og allt þetta. Þetta var svo breytt að þetta er útur mæst á tjaldstæðinu. Það er eins og hérna þegar kom í gærahæfum þegar það væri bílfært hérna salin. Það er bara hans orðnáð. Þeir sá hann búa til þessar brautir. Svo liðu lengur klukkutími, þá var slökkvibíll Dalvíkur. Hann keyrði fram og aftur og þá var hann komið með húfu. Hann gólaði út um gluggan og sérstaklega þegar hann þekkti eitthvað, ég hafði með mig og Snæfellingarnir horfði á þetta alveg með bara gapandi. Síðdegis sem að sá hann þá kom Siggi aftur á tjaldstæðið, þá var hann orðinn útleigjandi hjólhýsa. Dró hvert hjólhýsi og fælti röfu eftir bensinum sínum og fór að græja þau og handa hann leigjandi. Snæfellingarnir fóru nú til mannsins og sögðu þið bræður nú allstaðar. Við sáum bróðurinn á slökkviliðinu í dag og svo komum núna Róðins og þá sagði Siggi, nei, það er ekki Róðin, þetta er ég. Bróður minn er öðrum business. Svo vildu þau kvöldi líka þessu svolítið á kreik, spurðu hvað var hægt að fá spólur, helst lágar og þeim var bent á einhverja leikur þarna á Dalvíkinu og komu stangar. Það sáu þau kunnulega mann og segði þetta er náttúrulega bróðurinn sem er hinbróðurinn sem er í hínum businessum og þá sagði Siggi, nei, þetta var ég.
Og þá sagðu Snæfellingamenn þegar voru að reykja þessa sögu og þá heldur við fyrst að við erum búin að drekka of mikið. Alltaf sami maður er alveg sama hvert þetta lít alltaf að syngja á Sigurhöfn. Nema það var þegar þeir voru búin að fá bláu skólunar, voru að leiðin út, þá smiði einnig að smið og segir við Sigga það vil ekki þannig til að þú eigir handa okkur brennivín, móðan landi. Gott að fá eitt kaup undir svefnin með spólunum, bara keyptum ekki nógu mikið inn. Og Siggi sagði, jó, ég að bjarga því, bróðir minn yfirleitt aflögufær. Hann getur komið með landa og whisky og vodka og rom og hvað viljið. Og tjálstaði kvöld hafið bara klára peninga og það enginn að þekkja hann nákvæmlega eins og ég. Svo það. Nú komið að því að undirbúa dansi, það verið kallast í þessari framkvæmd. Þetta var að rifja borð næst serfi og næstu borð í rauðina móti. Svo tegum við hljómsveit, Friðjón Sjóharsson, Friðjón sjálfur á bassan og Daniel Friðjónsson á trommur, Árni Jóhann Ólafsson á gítar. Þeir hafa verið hérna þrisvar áður og líka spilaði eitthvað á Höfða á Ánarmanni. Og þeir eru uppræðar frá Egilsstöðum og búa á Akureyri, Egilsstöðum og Akranesi og ég veit ekki hvernig óskapur er farið að æfa en þetta er textum hjá þeim. Mínu hlutverki lokið, ég segi hérna af mér eins og nefndin, tappinu í kvöld, skemmtilega á kvöld.